Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og eins og áður þá umfjöllunar efnið kosningarnar sem eru framundan og næst hefur fengið til mín góða gesti frá Sjálfstæðisflokknum. Verið velkomin bæði tvö. Kærar þakkir. Það er náttúrulega að koma út hver skoðanakönnunin á fætur annarri og Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera stærstur. Hvernig er svo tilfinning að fara inn í þessa kosninga með þessar skoðanakannanir? Það eru hluti af þessu bara darraðadansi sem alltaf er fyrir hverja kosningar. Og ég hef mjög einfalda reglu í því þegar er verið að ræða við okkur skoðanakannanir að hinn endanlega könnun er á kjördag. Skoðanakannanir sérstaklega þegar þeir eru brotnanir á kjördæmi segja mér sáralítið vegna þess að vikmörkin eru svo stór en þær segja svona til sveiflu í kjósendahópnum og það er alveg augljóst ekki bara núna á síðustu metrunum heldur bara í allan vetur að þá er fylgi við flokka á mjög mikilli hreyfingu. Það er það eina sem er svona nokkuð handfast. En þú skipar þriðja sætið í þessu norðaustur kjördæmi. Þú kannski hugsa meira þetta en oddvitinn sem virðist nú nokkuð öruggur inni. Eða hvað? Já, auðvitað. Ég meina, maður velti fyrir sér hver staðan verður að loknum kosningum. Hins vegar þá er það alveg ljóst að það er ekkert örugt fyrir en það eru búið að telja upp úr kössunum. Og þá er komin hinn endanlega niðurstaða. Þannig að fram að þeim tíma þá erum við auðvitað bara að leggja okkur fram og reyna að vinna á þann hátt að það skil okkur árangri. En ef við tölum aðeins stjórnarmyndun, eða sem sagt síðustu ríkisstjórnir. Nú Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera í 3 ríkisstjórnum sem hafa sprungið. Hver er ábyrgð Sjálfstæðisflokksins í því efni ef þið teljið að hún sé einhver? Auðvitað er hún einhver. Ég meina, það fylgir stjórnarþátttöku ákveðin ábyrgð og ákveðna skyldur og það gildir ekki bara Sjálfstæðisflokkinn. Það er aðrir sem sprengja þetta upp og síðustu stjórn en eðlilega við búum til og tökum þátt í að mynda þessar ríkisstjórnir, berum þar af leiðandi ábyrgð á því hvernig það starfa. Svo komum bara upp aðstæður í þjóðfélaginu sem valda því að eitthvað gengur ekki. Ég vil nú líka í þeim efnum minna á það að Sjálfstæðisflokkurinn ná lengri stjórnarsetur heldur en í 3 síðustu og það eru flokkar sem að vinna með okkur sömuleiðis þannig að ég hef bara sagt að ábyrgðin á öllu þessu liggur hjá stjórnmálaöflunum í landinu sama hvort þeir eru stjórn eða stjórnarandstöðu. Það er alveg augljóst og maður finnur það ágætlega núna sérstaklega í þessari kosningabaráttu og við heyrum það líka frá frambjóðendum úr öðrum flokkum all land að krafa frá kjósendum er svo farið nú aðeins að vinna með öðrum hætti heldur en þið hafi gert og svona róið ykkur aðeins, bara og er það til ykkar eða ertu að meina aðra flokka? Það verði allir frambjóðendur varir við þetta, sama hvar í flokki þeir eru. Þetta hlýtur að vera, maður situr allan og svolítið sem kjósendur og hugsa, guð minn almáttugur, eigum við að vera hérna að kjósa bara á kortersfresti og hvað með þessa samræðu pólitík, hvað með að ná saman, hverju þarf þá að breyta til þess að þetta sé ekki í uppnámi og stöðvi mál og svo framvegis. Hvernig sér þú það? Og svo þessi hliða því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur stundum verið tengdur við það að halda stjórnarsamstarfi ágætlega en það hefur ekki verið í síðustu 3 ríkisstjórnum. Já, ég held að það sé í rauninni mjög mikilvægt að stjórnmálamenn eins og aðrir hafi ákveðið aðhald og til dæmis í öðrum norrænum ríkjum að þá er það bara bundið í stjórnarskrá að kjörtímabil sé ákveðin árafjöldi, 4 ár á öllu jöfnu og það knýr menn í rauninni til þess að leita ítarlega leiða til þess að geta unnið saman og ég held að við séum að glíma kannski við svolítið óþolinmæði og þennan hraða sem að nútíma þjóðfélag býður upp á og það sé bara alltaf hægt að leysa hlutina með einhverjum skyndilausnum. En í svona starfi þá er mjög mikilvægt að vanda til verka og horfa til lengri tíma og finna fleti þar sem menn geta sameinast og þá reynt að í rauninni settla málin ef eitthvað kemur upp á. En nú ákveður Björt framtíð að segja sig frá stjórnarsamstarfinu, vissulega sitja áfram allir þingmenn, en þá er einhvern veginn sjálfkrafa að þeir boða til kosninga
sem að þýðir svona í manns huga meðan við það sem að var áður við stjórnarmyndun, það er bara ákveðin stjórnarkreppa sem á að leysa með kosningum, síðan skoða maður skoðanakannanir og reynir að fara að púsla saman og það koma fram hugmyndir eins og minnihlutastjórn eða einhvers konar annars konar fyrirkomulag. Hafið velt þessu eitthvað fyrir ykkur? Já, það er farið í gegnum alla þessa þætti við þessi síðustu stjórnarslit sem að gerast bara sér svona með einu símtali án fyrirvara. Þá hefði mátt leita lausna með öðrum? Alveg örugglega og það voru flokkar að reyna að búa til starfhæfa ríkisstjórn og það bara gekk ekki upp. Við vorum sjálfstæðismenn ekki endilega hluta því samtali sko. Það bara gekk ekki upp og það var niðurstaða stjórnmálaflokkana á Alþingi að þetta gengi ekki og það var sameiginleg niðurstaða það að ganga til kosninga á ný. Það var ekki ákvörðun eins flokks frekar heldur en annars. Það var bara samkomulag stjórnmálaaflana á þingi sem að við kusum til starfa fyrir ári síðan. Svona í umræðinu þá eru þetta svona forystufólk alltaf mikið í sviðsljósinu og í eitthvað tilfelli þá Bjarni Ben og mikið til umræðu bara hann og hans karakter, tengsl við hrunið og svo framvegis. Finnið þið að það hafi einhver áhrif á einhver störf sem segja að hann ætti nú bara að fara og þið ættu að halda áfram einhvern veginn öðruvísi? Já, þessi umræða verður alltaf formenn eða foringja stjórnmálaflokka og því sterkari sem þeir eru, þeim mun óvægnari verður svo umræða. Og ég er alveg sannfærður það að hluta skýringunni á þessu núna, þessari hörðu umræðu sem hefur verið formann Sjálfstæðisflokksins, í mínum huga það hversu sterkur stjórnmálamaður hann og með því ég ekkert að segja að gagnrýni á hann eigi ekki rétt á sem slíkan. Þetta hefur alltaf og verður alltaf hluti af veruleika stjórnmálana. Við höfum gagnrýnt sjálfstæðismenn, oddvita og formenn annarra stjórnmálaflokka á hverjum tíma mjög harðlega og höfum talið þá þurfa að þola þá gagnrýni. Við sjáum bara þetta Hildagina í umræðu síðustu ára að hvernig þetta umræðan fólk sem í forystu, hún hörð og óvægin. Kalt á toppnum sagði einhver. En ég upplifi í samræðunni að fólk tiltölulega ósammála það af hverju stjórnin féll. Hvers vegna féll ríkisstjórnin í þínum huga? Já, það náttúrulega alveg ljóst í mínum huga að það komi skilaboð frá einum samstarfsflokki að það væri ekki lengur trúnaður sem að þau æstu eftir og þau vildu ganga út úr stjórnum. Þannig að þeirra... Já, sko, það kemur fyrst og fremst þaðan frá, þannig að, og ég held að það þurfi ekkert að velkjast í vafa það að upphafið kemur þaðan frá. Aðeins þetta kjördæmi áður en við vöndum okkur í spurningu frá áhorfendum. Við erum búin að ræða þetta, það nú bara mér liður 364 eða 3 dagar sem við rættum þetta síðast. Hvað samt svona mikilvægast fyrir ykkar kjördæmi og landsbyggðirnar að ykkar mati? Það nú í mínum huga mjög einfalt í rauninni. Það í rauninni bara svo einfalda staðreynd eða spurning, ég geti snúið þessu við, hvort að við teljum að við þurfum að leggja fleiri krónur úr launaumslaginu okkar í ríkiskassan áður en við getum farið að nota þær sjálf. Það í grunninn mjög mikil samstaða meðal allra framboða í landinu, stjórnmálaflokka, að gera betur í heilbrigðismálum, gera betur í menntamálum, samgöngumálum, húsnæðismálum og svo framvegis. Það mjög mikil samstæða þetta, en leiðirnar að því hvernig við ætlum að gera, þar ágreiningurinn og hann sérstaklega í skattamálum. Og hann snertir okkur að sjálfsögðu mjög út á landi þegar við erum að horfa á það til dæmis hvernig búið að grunnatvinnuvegum okkar eins og landbúnaður og sjávarútvegur hafa verið og núna ferðaþjónustan í mjög vaxandi mæli. Þá þetta grundvallaratriði fyrir bæði þá sem standa í þessum atvinnurekstri, allar fjölskyldurnar sem hafa afkomað þessu, að horfa á það og geta metið það með hvaða hætti eigi að standa því að þessi starfsemi annarkvort launþegans eða fyrirtækjanna, hvernig hún og með hvaða hætti hún leggur til samneyslunar. Ég þarf að taka hérna spurningu af internetinu. Þarf það ekkert? Ég bara ákvaða. Já, gott. Hver afstaða framboðana til skattlagningar á eldsneyti og
gjafa, þar að segja stendum með orðum til að skattgreiðendur enn frekar samgöngukostnað og ef svo hvernig á að bæta þeim það upp þurfa þeir að sækja atvinnu og þjónustu lengri veg. Þið hafið 7 sekúndur? Nei, djók, ok, smá, en það alveg tíminn úrstýrt. Þessi til að vara þetta inn í fjárlögunum fyrir árið 2018 og ég vil bara segja það að það komst aldrei svo langt að ræða það hvort að við myndum samþykkja þessa tillögu og ég segi það bara sem landsbyggðarþingmaður að mér finnst þetta að vera skattur sem er óásættanlegur vegna þess að við erum auðvitað með allar þessar löngu vegalengdir og það fer mikið í kostnað við eldsneyti hér út landið og svo náttúrulega þegar við erum að hugsa hvað skiptir máli fyrir þetta kjördæmi þá er það meðal annars það að við séum með góðar samgöngur, gott atvinnulíf og alla þjónustu og að við séum ekki svona einhver hotdreka frá okkar ástkæra suðvesturhorni. Við erum bara með þá einföldu staðrind uppi í stjórnmálunum í dag að Sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn í þessum kosningum sem talar gegn auknum álögum á fólk og fyrirtæki. Takk fyrir komuna, gangi ykkur vel, njótið lífsins og við höldum áfram Kærar þakkir sömuleiðis. Við höldum áfram eftir augnablik.